Þann 27. janúar síðastliðinn voru nýsköpunarverðlaun forseta Íslands 2016 afhent við hátíðlega athöfn á Bessastöðum. Það voru þær Birgitta Steingrímsdóttir og Heiðdís Inga Hilmarsdóttir nemar frá Háskóla Íslands og Listháskóla Íslands sem hlutu verðlaunin fyrir verkefnið Þekkirðu fuglinn. Rannsókn af fuglafræðiþekkingu barna og þróun gerð spils sem gerir þeim kleift að læra í gegnum leik. Verðlaunaverkefnið að þessu sinni Þekkirðu fuglinn. Okkur líður mjög vel, þetta kom svolítið skemmtilega óvart. Já. Má eiginlega segja það. Byggust ekki við þessu, má bara alveg segja það. Þetta er bara magnað og þetta er bara ógeðslega gaman. Já, sko í rauninni byrjaði þetta allt þegar ég sat tíma í fuglafræði núna í fyrra, hérna upp í háskóla. Og ég fattaði eiginlega bara sjálf hvað ég vissi lítið fugla. Kom eiginlega bara sjálfur mér svolítið óvart. Og ég fór eitthvað að ræða þetta við Heiðdísi og það var svona sama í gangi á henni. Og þegar við sáum auglýst umsóknir í nýsköpunarsjóð námsmanna, að þá bara einhvern veginn datt okkur í huga að fara á stað, kanna hvað börn vita íslenska fugla, hvort að þau séu svona illa stödd eins og við og koma þá fram með nýtt námsgagn í fuglafræði. Já, þið byggu í framhaldi til spilið Fuglafár sem að hjálpa börnum að þekkja útlit og heiti íslenska fugla. Hefur það verið prófað í grunnskólum landsins? Já, við náðum eftir sumarið að gera eina frumgerð af spilinu, eina prótótípu og við höfum í haust verið að fara með það inn í grunnskóla. Og nú hafa alveg, kringum 100 börn hafa prófað spilið og við höfum fengið mjög góðar undirtektir. Og við byggjum bæði börn og kennara að horfa á það svolítið svona gagnrýnum augum og svona hugsa bara, finnst þeim þetta skemmtilegt, finnst þeim þetta leiðilegt, finnst þeim þetta erfitt eða hvað það er. Og svo ætlum við að nýta okkur þær umsagnir til þess að betrumbæta spilið. Þannig að þið megið búast við að spilið verði sett í framleiðslu? Já, það er bara næsta markmið. Já. Og við erum bara að fara fullt í það núna og ætlum að stefna á því að spilið verði komið út allavega á þessu ári.